Sílikon sem ætlað er til lækninga lýtur strangari kröfum en það sem er að finna í PIP-púðunum svokölluðum. Rannsóknir sýna að sílikon í PIP-púðunum geti valdið ofnæmisviðbrögðum og ertingu. Engar sannanir eru þó fyrir því að það sé hættulegt. 440 íslenskar konur eru með svokallaða PIP-sílikonpúða í brjóstunum. Í þeim er iðnaðarsílikon en ekki sílikon sem ætlað er til lækninga. Töluverður munur er á þessu tvennu. Framleiðsluferillinn er allt annar. Það er gerða meiri kröfur til upphafsefnanna sem eru notuð og hreinleika þeirra og síðan eru gerðar kröfur prófanir á þessu efni, eiturefnaprófanir og slíka prófanir. Því segir Rannveig hugsanlegt að í PIP-púðunum séu ýmis óæskileg efni. En við vitum það ekki vegna þess að við höfum ekki nægar upplýsingar. Það eru einungis framleiðendur sem hefur þær upplýsingar. Er ekki líklegt að þetta efni sem er í þessum PIP-púðum sé hættulegra en sílikon sem er ætlað til lækninga? Það er í rauninni engar rannsóknir sem benda til þess. Það hafa verið gerðar rannsóknir þar sem hefur verið að skoða hvort þetta valdi krabbameini og það er ekkert sem bendir til þess. Í öðru lagi að það sem hefur komið í ljós er það í einstaka tilvikum virðist vera að það sé aðeins meira ertandi þetta sílikon. En það er ekki, við höfum ekki yfirsýn yfir þetta, þannig að það á eftir að bera þetta saman við leka í annars konar púðum. Þannig að þetta eru bara allt upplýsingar sem er verið að safna.